Komiði sæl, kæri hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 19. júní 2026 og Bitcoin í $63.007 og hjá mér sestur Björn Haraldsson. Vertu blessaður, Björn. Blessaður sæl. Ég sé að þú mætir frakkur í Ronaldo-treyjunni. Já, það var nú aðalega bara því að mér fannst bara til efni HMs, þá ætti maður að vera í treyju, en ég gerir mig grein fyrir að hann ekki búinn að skora. Eini af þessum stóru gaurum sem ekki búinn að skora. Já, kall greið. Haaland 2, Mbappe 2, Messi 3, Kane 2 og hann og það ekki rétt, ekki eitthvað klásúla í samningnum að það má ekki taka hann út af? Er það? Ég held að það sé grínlaust þannig. Það má ekki taka Ronaldo út af í Portugal-leikjum nema hann biði sjálfur það eða meiðist. Það aldrei lesma. Ég sé ekki til einn keifta en maður upplýði leikinn hann á móti Kongo þannig sko að hann hefði ekki átt að vera hann í næstu 100 mínútur. Nei, ég alveg sammála því. 41 ár sko. Já. En já, svona þetta. Sko, það alveg ýmislegt sem mér langar að ræða. Ok. Mér langar allavega frá mér sko svona 2 atriði helst og það mér langar að kafa svolítið í tónin sem nýji seðlabankastjórinn í Bandaríkjunum Kevin Warsh setti í fyrstu ræðu sinni. Já. Sem já, við bara förum yfir það á eftir og svo hitt sem nú búin að vera reglulegt umræðefni hjá okkur að það meðan Michael Saylor og Stretch. Þetta í alvörinni talað, þú veist, þegar ég talaði sko raunhafar áhugjur í held í síðasta þætti. Já, við förum í það, ég held að gripa fram fyrir, hvar viltu byrja? Já, byrjum kannski bara á seðlabankastjórn. Það ekki bara, og svo förum við hitt að það nú að tala þar. Já, að ég gerði áfæra við séum báðir með punta inn í það, en ég kannski svona set uppafið bara í þessu sko að þannig sem markaðurinn að bregðast við umælum hans svona að þetta sé meira hawkish heldur en dovish sem þá hawkish þá nær því að vera það sem við köllum bearish eða svona neikvætt og á hverju byggir það að það, sko, þetta hefur verið þannig til að maður skilji samhengið í þessu. Ég held að við byrja með þegar Alan Greenspan var seðlabankastjóri fyrir þó nokkrum áratugum að þá verður þetta hugtak til að kann að vera í sig að fara rámt með þetta, en ég ætla að heyra að þetta hefur verið í tíð Alan Greenspan, þá verður til þetta hugtak sko Fed put. Okay. Það að segja að einhvern markaðurinn bara treysti á það að seðlabankin grípi alltaf inn í þegar markaðurinn búin að vera versna, það mikið lækka, það mikið, þá komi seðlabankin og stigi inn í og fara að slaka á öllu, lækka vexti og auka peningamagni umferð og svo framvegis og einhver veginn að sko svona seðlabankin hafi verið svona frekar eins og til dæmis í tíð Jerome Powell, held ég að flesti vilja meina, að svona mjög transparent, mjög gagnsær, sendir frekar skýr skilaboð og jafnvel þannig að sumir fjárfestar hinlega tala bara að það sé svona step by step guidelines bara frá seðlabankanum hvernig fjárfestar eigi að haga sér. Já, og þeir rauninni með eitthvað svona forward guidelines eitthvað og þetta dot plot sem kom núna. Já, en sko en Kevin Warsh segir bara, þú veist, við ætlum ekki að vera við ætlum bara að taka þetta allt, hvernig seðlabankin hugsar og starfar til endurskoðunar. Áfram verða náttúrulega bara þessi 2 lykil markmið, þetta dual mandate, það að segja að halda verðlagi stöðu og halda atvinnuástandi góðu. Það mun ekki breytast en svona þetta konsept að
einhvern fjárfestar og markar geta alltaf treyst því að Seðlabankinn grípi inn í þegar markar að lækka mikið, að það sé mögulega eitthvað sem heyri sögunni til. Já, hann segir að rauninni bara markarinn sjálfur sé með nóg að góðum tólum til að meta framtíðina og það sé ekki, hann finnst það ekki vera hlutverk Seðlabankans að gera það, sko. Það er alltaf verið sagt, don't fight the Fed, að því að þú veist, þú er bara að fara eftir þessu guideline, sko. Og svo þetta dotplot, hann til dæmis er sá eini sem að sagði ekki hvað hann spáði í næstu vaxtarákvörðunum, hann ákveður að sitja hjá. En það sem markaðurinn er samt svona svipa kannski eins og á nú ekkert að koma óvart svona í samræmi við nýjustu verðbólgutölur, að það sem markaðurinn er að lesa úr og sér ok, það er allavega ekki tilefni til að reikna með vaxtalækkunum á næstunni. Nei, það voru 9 seðlabanka hvað heitir þetta, stjórnarmenn sem sögðust spá því að það myndi hækka. Það voru held ég 9 sem sögðu að það myndi standa í stað. Og hvort það var eitt sem að svona taldi möguleika að færi lækka, þannig að það var ekkert sem bendi til að það sé að fara að lækka eins og það er í dag. Og hann alltaf hélt að svo stöddu vöxtum óbreyttum. En einmitt, markaðurinn er svona fást við þess að, þú veist, það er bara margt sem markaðurinn er að taka inn núna, auðvitað náttúrulega er þetta eitthvað veginn, hvað ég segja, þú veist, hlutabréfamarkaðurinn er náttúrulega bara svo nálægt hæstu hæðum að þeir eru enn svona kannski frekar góðir, þetta er búið að vera miklu erfiðar í kryptó. Já, þetta er ekki talið gott, þetta sem kom fram að það, ekki talið gott fyrir svona áhættu fjárfestingar svo kallar sem að kryptó er. Og sérstaklega til skemmri tíma. Já, og þú veist, við gætum örugglega undir venjulegum kringumstæðum sagt að það ætti að vera líka tækni fyrirtækin á markaðinu, en það er bara eitthvað allt annað í gangi með gervigreindina, sko. Þannig að þú veist, þetta er svona já, þetta er það sem ég hef að segja þetta, ef þú vilt bæta ykkur við eða með aðra pælingar. Nei, þú ert raunin, og ég er bara raunin búin að segja það sem að mér sem að ég var búin að taka út úr þessu, sko, og það er svo sem ekki eitthvað mikið meira að segja í samvættu við, sko, og svona tengingi við kryptó og kannski þetta var ekki, þetta var niðurstaða sem allir byggust við, en það var samt ekki þetta eðlilega var ekkert að hjálpa kryptóinu, sko. Þetta var svona aðferð sem ég lærði í svona hlaðvarpsstjórnun, það er að svona byrja okkur subjekti, tæma það og senda svo boltan á viðmælandan. Hvað segir viltu? Ég skal reyna að leita ekkur. En áður en við förum í Stretch og Strategy, langar mig aðeins að fjalla um SpaceX. Já, gaman. Því það var vissulega byrjað að viðskipti voru hafin með það í síðasta þætti á okkur. Það var bara ekki komið í TradingView að það var bara ekki orðið virt í TradingView, en það var sannarlega viðskipti voru hafin eins og við heldum. Og búið að vera ævintýralegt að fylgjast með þessu, fór í sko 209 manni eða 211 eða eitthvað álíka, er núna þeirri tjekkað eitthvað í 180 eitthvað, fór svo langt sem 172 í gær sem er held ég eitthvað stað nálagt útboðsgenginu, sko, og tók skammarhríð fram úr Amazon að markaðsvirði. Já, svakalegt. Og það er komið annað svolítið klikkaður samanburður að ég veit hvort svo. Já, ég held ég veit hvað að í skammarhríð skammarhríð í fyrradag eða eitthvað, eða hvort það var, já ég held að það er í fyrradag, þá tóku metnar eignir, má hérna segja metið markaðsvirði ef svo má orðið komast, Elon Musk persónar tók fram úr Bitcoin. Já, það tók reynda líka sko fram úr á einum sólarhring fram úr því sem að Warren Buffett hefur þérnað allir sín lífi, við getum endalaust farið en það sýnir kannski hvað Bitcoin marketcapið er lítið. Já, í mörgum skilningi, sko, þetta er ég meina þetta er orðin allt svo súrreali, sko, hann var tíma metin á 1,4 triljóni dollara og ég segi líka, sko, ok, þetta er samt líka, finnst mér, sína svolítið hvað
sko verðbólga í raun og veru svakalegt fyrirbæri og bara rauninni hvað þetta fiat money concept að því að sem dæmi John D. Rockefeller sem sko mér langar að segja hafi fæðst ég var með hann var 1800 og eitthvað ég man bara, mér var svo áhugaður saga sem ég las hann að þegar hann 7 ára gamall þá sagði hann ég ætla að vera 100 ára og ég ætla að eignast $100,000 hvort ekki var ógerningur sko að því að á þessum tíma sko líkur á því að þú erur 100 ára sko voru bara engar sko bara gjörsamlega það var, þú veist, núna held ég á Vesturlöndum 3. hvert barn sem fæðist með lífslíkur sko upp á 100 þá var sko bara, það var engin ána sem var 100 ára á þessum tíma hann var 98 ára og 11 mánaða held ég og hann eignaðist ekki bara $100,000 hann var sett fyrstur heim til að eignast sko þá á þeim tíma $1 miljard og hann hefur hann hefur á mörgum verið metinn sem ríkasti maður allra tíma þegar þú sem sagt tekur tillit til hérna verðbólgu það alltaf enginn að fara að segja mér það að þegar þú tekur tillit til eitthvað en alls að Elon Musk sé 1400 sinnum ríkari en þessi maður. Mér finnst sannarlega nærtækari skýring að segja sko, ok, herru, ekki sennilegra að einmitt þessi mælikværi sem við erum að nota, þessi dollari, að þú veist, auðvitað er bara starrend að þessi maður er bara súrealist ríkur, Elon Musk, þetta er bara, ég meina, það segir sér sjálft. En fattar hvað ég að fara með þetta þetta er líka vitandi tala einhverju leiti við getum nota fullt á svona samanburðum til að sjá hvað þú veist við getum tala fasteignaverð á Íslandi hvað það hækkaði eða eftir að setja krónan lækka við getum tekið hvað Ronaldo kostaði þegar hann var seldur til Real Madrid og hvað menn að kaupa bara svona menn sem að þú þekkir ekki núna miklu herra sko. Þetta er allt svona sko. En hann að samt SpaceX að ég veit að fullt af fólki er rosa spennt fyrir þessu sko. Ég svona ef ég er þetta ekki að kaupa í SpaceX en ég væri hérna að kaupa í SpaceX þá myndi ég hafa 20 í huga annars vegar að sko, þetta er svona svipað og ég lærði bara þegar við hérna þegar voru tóken að koma út í krypto að þú veist að það voru allir alltaf að reyna að komast inn í það strax sko en svo lækkaði alltaf undir þessu fóru alltaf undir þetta verð sem að það byrjaði á þú veist að það er annars vegar þetta að ég held að meðaltalið sé eitthvað 55% sem fara á markað fyrirtæki lækka á fyrsta árinu frá uppalega verðinu og svo líka bara þetta verð á hérna, SpaceX miðast ekkert við rauninni hérna, þannig sé svona heildar hlutabréfina því að þetta er bara 4% af hérna hlutabrjöfum SpaceX þú veist það er mest allt læst og núna einhvern mann í ágúst fyrir einhvern júlí þá er fullt af starfsmönnum að opnast hjá þeim sko og það er fullt af mönnum sem eru orðin milljónamæringar og jafnvel nokkrir miljardamæringar sem að örugglega einhverjir að fara að selja eitthvað bara til að svona eiga eina skútu eða svo og ég get alveg trúa því að ef þú ert að hugsa að fara í SpaceX að það eftir að koma miklu betra verð sko Já, maður veit það ekki maður þetta er ekki fjármálaráðgjöf Nei, þetta er sko þetta er hérna þetta er bara svolítið eins og við höfum rætt sko. Þetta er bara, þú veist fólki sem er að kaupa á þetta kaupi í þessu sem, og ég skil mjög vel að margir eru mjög spenntir eins og ég þekki marga menn sem ég hef mikið álit á í þessum efnum sem eru búin að kaupa en þeir eiga það allir sammeilegt sem er ekkert sko gerir þetta ekkert síðra það er bara mikilvægt að maður áttur á því að þú veist, þeir eru bara með gríðarlega trú á Elon Musk og þetta er svolítið þannig veðmál þetta er bara, þú veist, ég er að veðja á að Elon Musk með SpaceX og Tesla runni líka svolítið og þetta sé aðskilin fyrirtæki sé að fara að sigra heiminn þú veist heiminn Sýra heiminn og geiminn, já, sýra alheiminn, það er svolítið þannig. En ok, þetta var mér langað aðeins að ræða. Við fylgjumst með þessu, það verður gaman að fylgjast með þessu. Ég er búin að vera límdur yfir genginu á SpaceX, sko, þó ég ekkert í því, sko, og ég sjá ekki fram á að kaupa því bráð, sko.
en þá kannski komið að því sem já, bara vægast sagt farið að verða einhvern veginn alvarlegra og alvarlegra ástand og ég bara í alvörunni talað bara farin að spyrja mig núna í bara mjög mikill alvöru bara Michael Saylor gjörsamlega búinn að missa það sko hann áttum okkur því ég endur ekki búinn að sjá myndbandið ég náttúrulega átt að gera það en kollegi minn var nú að lýsa fyrir mér myndbandinu. Ertu að tala um myndbandið þegar hann segi hvernig hugmyndin var það veruleika? Nei, þetta eitthvað AI slopp myndband sem hann að búa til og setja í dreifingu sem einmitt maður velti fyrir sér sko hvort bara yfir höfu geti verið refsivert sko gafart SEC eða ykkur álíka ég skal ekki segja til hann en mér allavega hlýtur að vera alveg á mörkunum að þar sem það einhver held ég sé að fara rétt með þetta einhver kona sko á ströndinni eða eitthvað svoleiðis og fær eitthvað spurninguna þarf þú ekkert að vinna neitt? Nei, ég ekkert að vinna ég bara þjena svona mikið pening á nú og hvernig gerur það? Jú, ég bara kaupi Stretch og með 11% vexti og lífið bara geggjað og ég þarf ekkert að vinna og bara í ströndin á brimbretti alla daga og þú veist, hann bara byrtandi eitthvað svona rugl það sem að gerast sem í öllu falli væri bara algjörlega fyrir neðan allar hellur sama hvernig Stretch væri að standa. Veistu hvað ég var að tala um? Það var viðtal við hann þar sem hann spurður hvernig hann hafi komið upp með þetta Stretch. Já. það nú ekki betra. Hann segir, já ég bara talaði við gerfugreindan og spurði hann eitthvað frábært sem ég geti búið til til að fjármagna Bitcoin kaup og þeir komið með þessa hugmynd og sagði, hefur ykkur gert þetta? Og gerfugreindan sagði, nei, það er engin gert þetta og þetta samt löglegt. Wow. Þetta hljómar hræðilega. Þú veist, þetta bara hljómar eins og maður sem bara, eins og ég segi, bara gengur ekki lengur heill til skóar, sko. Og sko, ok, svo skulum við tala veruleikann sem að gerast núna. Þetta á ekki að haga sér, þessi verðbréf, þau ekki að haga sér eins og einhver hlutabréf. Þetta á ekki að vera þetta á að vera þessi bréf eiga virka þannig að strúktúrin og hvatarnir í því eiga að halda þessu gengi nánast alltaf alveg við 100 og öðruvísi gengur konceptið ekki upp. Það fór í gær tímabundið niður í 82. Já. Og ég held að megi alveg... Og það stendur núna í 88 eitthvað sem er 11% undir gengir sem þið í rauninni. Sem graf alvarlegt. Ef þú selur það þá það á ennþá minna og ef hann allar þú veist, hann hefur hingað til ef hann allar að fjármagn meiri Bitcoin þá þarf þetta að vera í 100 og það hefur ekki tekist. Ég ræddi daginn, það hefur farið á tímabili niður 4% niður og við vorum að tala það þetta mögulega fer það bara ekkert aftur í 100 á næstunni sko. Nei, og sko til þess að fólk skilji svona hvað þetta og líklega þetta sko, það ekki sanngjörn samlíking að kannski bera þetta alveg saman við stöðuleika myndi eins og Tether eða sé. Nei, það var margir verið að bera þetta saman við Terra Luna en þetta ekki það sama þú veist, eins og þú segir það peggað einhvern veginn við að því það $1 móti $. Þú veist, þetta 100 rauninni segir rauninni ekki neitt annað en að þú, ef þú selur þetta ef ég skildar rétt, þá ert að selja þetta á afslætti. Já, bara massíum afslætti og hann á að vera með einhvern þannig konsept til þetta gangi upp að hann alltaf að vera að kaupa þetta til að þetta sé að halda sér í 100. Já, lengi vel hækka hann alltaf vextina á þessu til þess að halda þessu 100. Já. Og búið til hvað en þú veist, ok, ég held bara í öllu falli það sem bara í gangi það að markaðurinn bara að segja með mjög skýrum hætti okkur líst ekkert á blikuna og þú veist, þá kannski stærri spurningin og ég treysti mér ekki til að svara henni, ég bara þekki þetta ekki, þetta svona enn og nýttur í mér, ég veit að þú búin að vera að skoða þetta svolítið, þetta stretch-koncept, en ég áttamála á því að þetta er flókið og ekki auðvelt að svara þessu bara eitthvað svona on the spot, en ég líka bara að spyrja alltaf á forvitni, að þú veist, gefum okkur þetta stretch-ævindir í ánum
bara hrynji, þessi stretch spilaborg, mögulega ef þetta spilaborg, hún hrynji, hvaða áhrif hefur það á strategy í stóra saminginu? Mér gengur ekki nógu vel áttam á því nefnilega, þetta svona tiltölulega einangrað fyrirbæri í öllu þessu allir þessi maður kann ekki við að segja spilaborg skilur en þú fattar hvað við í öllu þessum struktúr hjá honum með strategy og þetta Bitcoin Treasury eða ef þetta myndi falla, myndi það eitthvað ógna stærð alls batterísins? Sko, það sem ég held að sé mikilvægt að hafa í huga að miskil ekki orðið falla og hrynja á þetta sko, að þú veist, ég held að rauninni eina sem þetta gerir það að rauninni að sko, hann getur ekki nota þetta tól sem hefur nýst honum svona vel til að kaupa Bitcoin. Já, en það er ekki neitt svona eins og Terra Luna eitthvað að hann bara komin á hausinn eitthvað, hann þarf bara að halda áfram að geta borga vexti af þessu sem eru bara sömu vextirnir og hann komið með stærri varaforða og hann getur alltaf selt Bitcoin og rauninni, þú veist, út frá þessu í dag þá gæti hann þess vegna í áratugi með því að selja Bitcoin. Ég veit ekki hvort ég trúi því, sko. Nei, en þú veist, bara ok, ég ætla ekki að segja þetta með áratugi, en bara við verðmæti á Bitcoin-safninu, sko. Já. En þú veist, hann hefur allavega, ég veit ekki hvað, 1,5 ár sem hann getur borgað vextina bara út frá peningunum sem ég get alveg trúa því sko en svo veit að Bitcoin myndi fara að lækka og þú veist, hann kannski vandræðum að fara að selja því þá lækkar þetta ennþá meira og það kannski líka sko, þetta kannski sama vandamálið og við sjáum bara með hlutabréf í þessum fyrirtæki sem hafa verið að kaupa Bitcoin eða Ethereum eða Solana eða eitthvað svoleiðis að þeir þú veist að ef að við erum í bull market þá eru hlutabréfin, þú veist, þetta NAV sem bara verðmat hlutabréfisins út frá Bitcoin-eignið þeirra, það hækkar oft eitthvað svona 1,5 á meðan það lækkar 1,5 í bear market. Það hefur bara þessi ekstra áhrif. Núna til dæmis sko NAV á rauninni hlutabréfum strategi 0,71 sem þýðir rauninni, það 29% afsláttur af Bitcoin eða þú ert að kaupa þetta sem Bitcoin. Það að segja að það þú veist, þeir eiga verðmæti á fyrirtækinu 29% minna heldur en matið á bara Bitcoin eigninu þeirra. Þannig að þú veist, mér finnst svona, þú veist, ég hef sagt að að þú veist, hann fyrir allt og hratt í þetta og kannski eins og auglýsingið sem ég vissi ekki á sem þú sagðir ekki að hjálpa honum, þú veist, og allt þetta sem hann segir ekki að hjálpa honum og þetta að fara niður núna, hann mögulega átt að geta séð þetta fyrir hvað hann fer geist í þetta og þú veist, menn verða svo gráður í þessu líka, þú veist, það kannski segir eitthvað með auglýsinguna, þú veist, eina ástæðan fyrir þetta hefur keyrt svona mikið niður það að menn voru ekki bara að kaupa stretch, þeir voru að kaupa stretch og svo voru þeir að fá lán út á stretchi til að kaupa meira stretch og þá fenguður margin call þegar það fór að fara undir 100 og þá fór það ennþá meira niður og það var þessi keisla niður í 82 sko. Já, einmitt, sko þú veist, ég upplýði þetta bara eitthvað þannig að þú tekur eitthvað konsept sem ótrúlega eitthvað svona bara hreint og svona fundamentally sound ef ég fæ að sleppa skýr grundvallaratriði ef við viljum íslenska það sem Bitcoin og hann byrjar bara svo flottur hann bara með eitthvað fyrirtæki þessi reksturinn gekk ágætlega með eitthvað $600 million afgang sem hann hefur ekkert að gera við og hefur áhyggjur af verðbólgunni að tala það, ég upplýði þetta eins og ég sæti hérna með bránandi sko ísjaka af peningum og hann kaupir Bitcoin. Já, hann fer bara frá því að vera mest elskaði maðurinn í Bitcoin við líkum við undanfarið vera svona mest hataði maðurinn í krypto eitthvað og þú veist, og hann örugglega bara hefur alltaf verið áhættusækina því að ég þekki það nú ekki nákvæmlega en hann fór í það var ekki, veit ég hvort það var strategið eitthvað annað sem hann, hvort hann að fara í gjaldtrót eða allan að Nei, það var Microsoft, já, hann lenti í vandræði með SEC og hann átti held í metið eitthvað tímann
stuttan stund sko, hann tapaði einhverjum svakalegum peningum bara á einum degi, hann tapaði öllum peningunum sínum bara á einum degi út af einhverju rugli á markaðnum og lenti í einhverjum vandræðum við SEC sem svo eitthvað leistist með einhverju sekt eða eitthvað, þannig jújú, hann álega sögur sko, en hérna, en að sér að segja skilur, þú veist, þetta byrjar eitthvað en svona yfir í það að, þú veist, svo ertu komin bara með þennan kultúr á Wall Street hjá nokkru svona gaurum, Tom Lee alveg einn skilur og fleiri svona fyrirtæki, það er bara eitthvað veginn þessi hugmyndum Bitcoin Treasury Company var bara, fannst mér geggjuð hugmynd, bara þú væri með eitthvað fyrirtæki skiluru sem bara stöndu og hérna er að skila einhverjum tekjuafgangi á hverju ári og setja einhvern hluta því, bara eitthvað svona langtíma sparnaður hérna fyrir ekstra tekjuafgang í Bitcoin skilur, yfir í það bara þú er komin í bara nei, við ætlum að gera þetta allt öðruvísi, við ætlum að kaupa ekki bara þetta sem þú ert að tala um að við getum keypt, við ætlum að kaupa 2000 sinnum meira, bara ok, og hvernig ætlum að fjármagna það? Jú, við bara að gera það með lánum og yfir í það að þetta er komið í allskins hundakúnstyrum hvernig þú fjármagnar þessi lán og maður er bara, þú veist, ég talaði um raunverulegar áhyggjur síðast, það er að sannarlega ekki minkað yfir það að ég er bara orðið svona bara, þú veist, og liggur við að sko ég er erfitt með að sjá kryptomarkaðin eitthvað virkilega taka við sér meðan ástandið á Strategy og Sailor er með þessum hætti. Þú veist, það liggur við að maður langi að segja að það væri nánast betra að bara flössa hennan mann út sko, bara alveg, og það er náttúrulega einhver biblikal skellur sko sem við myndum taka fyrir það, en þá er það alltaf búið sko. Ég er ekki að segja að ég gangi slant að halda þessu fram, en þú veist hvað ég á við bara, þegar einhvern óvissu þáttur hangir yfir manni. Já, að því þó að þú veist, ég telji til dæmis að þetta falli ekki einhvern veginn sko, þá veit ég svo sem að það eru alveg einhverjir hérna úti sem að eru að finna einhverja leið til að nýta sér þetta, bara eins og við vitum, þú veist, þó við sem alls ekki að líka eins og við tæra lúna, þá voru bara einhver aðalega sem sá, heyrðu, við getum gert þetta og gert þetta niður og sjorta þetta, einhvern veginn, sko. Þá er einhverju sem að er að einhvern veginn vilja sjá möguleika á því að græða á því að honum gangi illa, en sko, svo er þetta líka bara svo gegn grunn hugmyndafræði Bitcoin, að einhvern maður eigi bara sko, svona mikið. Það er það og líka þetta er einhver veginn, þú veist, skilur Bitcoin sko elur á þolinmæði og einhver veginn svona, nei, í alvörinni. Ég bara að hugsa hvað þetta segja, hinliðin á því svona að segja. Það er það sem þetta koncept er sko og hann er einhver veginn bara, þú veist, nei, heru, ég ætla að vera ríkast maður í heimi, bara skiluru á einu ári helst og það er að spila það nút að bara, heru, þú getur verið í enn skipti að tapa meira og minna öllu sko. Hann mun áfram að eiga persónulega þessi 17.700 Bitcoin, en já. Og hann mun reyna allt samt núna held ég, að því að hann er bara með þráhyggju fyrir því að Strategy muni ná að eiga 1 milljón Bitcoin. Já. En minna við bara fylgjumst með hvernig þetta þróast, þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki jákvætt fyrir markaðin. Nei. Og ekki jákvætt fyrir markaðin að maðurinn sem var að hluta til bara síðan í byrjun síðasta búlmarkað svona andlit kryptó eitthvað neginn. Já, og maður sem var alveg svona stoltur af og maður sem var alveg hérna, þú veist, hlusta á þetta hjá Michael Saylor, fletta honum upp á YouTube og það er bara núna, ég myndi aldrei nefna Michael Saylor. Ég er hættur að senda bara, þú veist, og það, þú veist, ég stend alveg áfram við það að erindin sem hann var að flytja í upphafi eru frábær, skilurðu, en bara... Og líka hvernig dettur manninum í hug, fyrir ekki að segja við minnast þetta aftur. Þú veist, ég var að hlusta bara leiðninga, þá var ég að hlusta á, þú veist, þetta sem hann var að segja. Hvernig dettur manninu í hug að segja, ég settist fyrir framann ChatGPT og spurði hvernig ég geti fengið lána milljarða. Það er náttúrulega bara... Wow. Þú veist, það finnst mér líka bara svo einhvern veginn bara hugsaði líka bara aðeins hvernig þú veist, það er allir að spila þessa klippu. Já, ég, veist,
Ég nota ChatGPT, ég reyndar ekki ennþá búin að spyrja hvernig fæ ég milljarða, ég myndi segja reyndar hvernig græði ég milljarða en ekki fæ ég lána milljarða. en já, bara Guð blessi Michael Saylor og vonandi einhvern veginn nær hann áttum blessaður maðurinn. En sko, þetta voru svona atriðin sem ég vildi tala þú veist, þú vilt kannski tala þessum markaðin, ég meina það leit út hérna, við fórum í hvað 67 eða 68 ást Bitcoin og Sol var komið í hvað 80 og það var eitthvað allir markaðin í það komið í 850 eða eitthvað og hérna svo bara síguð markaðurna, já, að því að sko reyndar eitt einmitt klálega sem auðvitað er nauðsynlegt að nefna, ég bara steingleymdi það var eitt af því fyrsta sem ég er alltaf þannig svona í gegnum vikuna, það er maður bara alltaf að fylgjast með og ég er ekkert endilega alltaf duglegast að punta niður hluti, ég treysti svo mikið á minni sem stundum klikkar en hérna það var náttúrulega að bárust mjög jákvæð tíðindi með hérna Íransstríðið það var náttúrulega mikla sveiflur í því fyrst leið einmitt út fyrir að það er ekki jákvæð tíðindi svo verðist þeirra sem er að hafa samið vopnahlé og mín kenning er svolítið svo og ég teka fram að þetta er bara mín persónulega skoðun sko. En að því að mér varst markaðan hann brást svona ágætlega vel við þessu en svo þegar Trump hreytir fúkirðum í og Netanyahu þá fannst mér markaðarinn bregðast mjög vel við af því að það var eins og markaðan var að lesa skilabúr því bara þú veist, Trump allar ekkert bara að gera eitthvað sem Ísraelar vilja sko og svona eitthvað veginn, já þetta er allavega mín kenning, mér fannst allavega markaðarinn svona gefa þessari kenningu aðeins undir fótinn en svo bara, þú veist, missu aftur allan damp sko. Já, en þú veist, við getum alveg farið í einhverja svona litla hluti og kannski eitthvað svona skemmtiefnir með því sko. Já, en ég var líka alveg að þú ert í stuði sko, kannski til að bara fjalla aðeins og hvernig þú ert búin að upplega markaðin í þessu, þú veist sko, ég veit ekki, ég fletti ekki upp kaupallarsjóða innflæð útflæðinu. Nei, ég man ekki hvort það fór eitthvað aðeins í pluss núna undan daga, það var búið að vera með þess að áfram 13 daga útflæði í Bitcoin sjóðunum ef ég mann rétt sko fór aðeins að snúast við það er reyndar hægt á þessu. Já, einmitt, ég var eitthvað búin að skoða það kom alltaf 13 útflæði sem við gerum grein fyrir $4,4 milljardar svo kom einhverju örfáu dagar af litlu innflæði og svo var aftur búið að vera útflæðin ekki eins mikið sko. En svo kom, þú veist, og maður sér það bara þú veist það fer ekkert mikið fyrir ykkur BlackRock kom með nýjan Bitcoin kaupallarsjóð svona innkom í ETFs upp og hérna Goldman gerði sem er eitthvað svona byggt á eitthvað svona covered calls eitthvað Já, ég var að veikana það er eitthvað skonar ég ætla ekki að reyna að útskýra það þetta er bara annar Bitcoin sjóður byggt á einhver svona futures eitthvað neginn svona. Ég finnst nefnilega alltaf svolítið svona ég verða alltaf svolítið svona viðvörunarbjöllur fara alltaf svolítið á loft hjá mér þegar sko að ég skil svo vel að vera með arberandi sjóði sko með Ethereum og Solana því að það er bara augljóst, það eru staking-tekjur, það er bara hardkóðað í kerfið í keðjuna sjálfar en þau eru alltaf að taka fyrir bara svo Bitcoin og sem einmitt gefur ekkert af sér neinar tekjur sko, það er bara alveg fastmótað í eðli Bitcoin, jú, þú getur verið að grafa eftir því eða þú vilt það en þú ætlar eitthvað að breyta þessu með einhverju sko Wall Street lingói ég verð alltaf pínu bara svona mér finnst það skrítið, það er einu sem ég get sagt en minna þú veist Wall Street þetta vill þetta það er bara bæði þannig að þú veist að núna þú veist eru þessi sem eru með þessa sjóði að keppa svolítið við að lækka hérna gjöldin á þetta því þeir verðist að vilja vera að keppa hver fær kúnana og ég meina, þú veist, svo er þetta, þú veist, þetta hérna, hvað heitir þetta nú sem er svona annan nafn yfir hérna, okkur dettur það bara úr mér hérna, eins og Hyperliquid hérna. Ertu að tala um Aster, ertu að tala um... Já, ég er bara að tala um þessi future hérna, sem er verið að
bjóð upp á sem að, Það er perpetual. já, þú veist, það er búið að leyfa það í Bandaríkjunum, þannig að nú eru allir konur með, þú veist, Coinbase og fleiri, og ég var að sjá allir með þess að G2 sem er á Solana voru að hækka 20% því þeir eru að koma með eitthvað á vöru, það er allir einhvern veginn að reyna við þennan markað, sko. Og CME fari í mál við CFTC og það er alls konar í gangi samt við þetta, þannig að það eru það bara ýmislegt í gangi, en markaðurinn sjálfur, og það spyrir mig um það, sko, ég segi það bara svona eins og ég sagði síðast, mér finnst þetta mjög sterkur indikator sem ég sá það sem að fleiri eru í tapi heldur en gróða. Á sama tíma þá, þú veist, þetta strategimál, það gæti, þú veist, ítt svolítið meira undir það að við förum raunverulega undir 60, sko. Þó þú veist, ég myndi ekki endilega vera að bíða eftir því verðin, menn núna, þú veist, er ákveðna möguleikar að strategi setja ákveðna pásu að kaupa og það getur haft líka áhrif á markaðin, sko. Þannig að þú veist, það er voða lítið að segja um markaðin. Mér finnst núna meira bara að segja eitthvað svona almennt. Þú veist, ég ætla alltaf að segja til dæmis að Van Eck kom með BNB kaupallasjóð og það er eitthvað svona 3 vikur síðan ég sá það, ég bara ekki minnst á það hérna. Þeir vildu meina að BNB var ein mikilvægasta bálkakeðjan, sko, sem er svolítið sérstakt. Hún var svolítið svona 2020-2021, það var fólk svolítið að nota BNB að þeir voru útæðinni Ethereum, svo tók Solana svolítið bara yfir, sko. Já. En svo annars... Það er samt ennarlega heilmikið í gangi að næja á BNB virðist þeirra... Já, það er það alveg, sko. Ég gæti rétt ímynda með til dæmis á þess að ég vita, en að það sé meira að vera á BNB í Asíu, sko. Já, það er alveg örugglega, sko. Skilur, þetta er náttúrulega svona... já... En svo er áhugaverð frétt að svo ég minnist á það. Uniswap er nú eitt svona, ekki eitt, það er bara fyrsta svona og dreifstýrða kaupöllin og kemur raunin með þessa lausn þannig séð að vera dreifstýrð kaupöll. Standard Chartered var að segja það að vildi meina það að þeir gætu orðið bara lykil plattform í allri þessi allir þessu, sko, þú veist að tokenized stocks og því öllu saman og rauninni, sko, vildi meina það að verðin gæti farið í 100 2030. Verðir núna eftir að hafa hækkað eitthvað 20% og svo lækkað aðeins er í 3,6. Þannig að hann tala um 35-40x. Þetta minnum ná þegar Citigroup gaf út skýrslu 2021. Þetta er skýrsla, já. Sem sagði að þeir reiknuðu með að Bitcoin færi yfir $300,000 á því ári 2021. Nú erum við 5 árum síðar og við erum ekki, sko, síðan eftir líka við þannig að já, ég er bara, mín skoðun er bara þessi, í alvörinni talað. Ég veit ég hef sagt þetta áður, en ég er ekki að segja þetta bara til að segja þetta. Þetta er í alvörinni mín skoðun. Það bara hefur ekkert það að segja hvað einhverjir, saman hversu klárir eru, að segja til einhverja svona verðþróun. Þetta er bara í mínum bókum, þetta er nákvæmlega það sama. Ég lendir svo í þessu, sko, að einhverju gaurar sem, vita mikið einhverjar íþróttir og gera það sannarlega, sko. Halda þeir geti spáð með nógu góðum árangri hvernig leikir að fara og að bara sannleikurinn sá það skiptir engu máli þótt þú vitir allt þessa íþrótt, þótt þú spila þessa íþrótt, bara you name it. Þú veist, og mér finnst þetta að vera sama með markaði, að ég veit alveg að þessi menn eru sérfræðingar en þú veist, ég talaði við ótrúlega mikið af klárum sjóuðum markaðsmönnum sem hafa verið á hverskinsmörkuðum sem voru bara algjörlega 100% sannfærðir það að, þú veist, Bitcoin og krypto væri að fara svoleiðis sprengja, þú veist, upp í loftið á þessu og síðast ári og ég skal alveg viðurkenna það og skammast mér ekki neitt fyrir það að bara á persónulegu leveli, ég sjálfur, mér fannst það mjög sennilegt. Og hvað gerist? Það bara gerist einhver atburðarás sem maður á erfitt með að ná utanum og
hver var það? Það var ekki eitthvað Rothschild minni mig, það var eitthvað af þessum stóru köllum það var Keynes, já, það var John Maynard Keynes, já, sem sagði hérna, þú veist, the markets can stay irrational longer than you can stay solvent, sem því að markaðin getur verið órökréttur í lengri tíma en þú getur haldið þér greiðslufærum, sko. Þannig að, þú veist, fyrir mér, þetta er engi, þetta er alltaf að pæla svona hlutum og jú, ég get alveg viðkend, ég get alveg verið spennt fyrir að kaupa Uniswap, skilurðu? En ég var ekki eitthvað, já, ok, ég kaupi fyrir 1 milljón núna og þá 2030 þá í 30 milljónir, ok, geggjað. Ég ætla að halda þessu, já, ég fekk þetta rauninni bara í airdrop 2020 og á það ennþá, það er reyndar 80% niður. Ok. En já, þú varst að spyrja mér markan, jú, þú veist, í síðustu viku þá var kunnurleg nöfn sem tóku eitthvað mesta stökkið og það er ákveðin tengingu við ákveðin hluti sem vorum að tala síðast. BitTensor, Venice token, Erik Voorhees, gervigreindar tokenið, ICP og NEAR, þetta er allt gervigreindar tengt og það var hluta til og þetta er svolítið svona, mér finnst þetta að vera svolítið svona, tengja svolítið svona, það sem gerðist, er svona tengja svolítið svona svipað þegar Bitcoin var til svona það sem var að gerast. Svona, þú veist að við töluðum með því síðasta þætti að það er komið nýr uppfærsla á þetta er ekki kryptotengt, nýr uppfærsla á Claude, Fable 5 og ég er búin að liggja yfir gervigreindinu og ég hlakkaði mikið til að því að það er að nota þetta Fable 5 til að gera miklu starra í einu og láta ég að keyra yfir nóttina og hvað svoleiðis, sko. Þannig að ég var einhvern veginn svona ekki byrjaðar að nota, ég byrjaði að nota Claude, sko, og svo er ég að hugsa að fara að nota og sé einhvern link inn á Claude sem stendur eitthvað Fable 5 er ekki aðgengilegt núna og ég slægi á það og það var bara frétt að þú veist að bandaríska ríkisstjórnin hefði bannað þeim að nota það fyrir erlenda aðila sem alla sem eru ekki bandaríkjamenn og út af öryggissjónarmiðum, sko, og reyndar, sko, og mér það var mikið mér skilst að Bessant hefði bara hringt í Dario hjá Anthropic og bara sagt honum að bara slökka á þessu fyrir erlenda aðeins út af ykkur svona security reason, sko. Þeir gátu í rauninni ekkert stoppa þetta fyrir þannig að ég heldur að stoppa þetta bara fyrir alla og þetta er svona, þetta eðlilega til dæmis setur til dæmis Venice og token upp, sko, því það er rauninni svona private, þetta svona fær fólk til að hugsa, ja, þú veist, er ríkisstjórnin að fara að skipta sér allri gervigreindana, er að fara að hafa eftirlit með allri gervigreindarnotkun, er að fara að stoppa hver má nota og svo framvegis, sko. Og þú veist, kannski svona svipað og var verið talað svona fjármálamarkaðin einhvern veginn, sko, að skipta sér ómikið af. Þannig að mér fannst þetta bara svona áhugaverð frétt, sko, og það var örugglega margt eftir að gerast í þessu samhengi, sko. Einmitt. Já, og sko, þú ert svo, já, þú ert bara að fara til útlanda, þannig við erum ekki að fara að taka bókahornin núna. Nei. Og þú verður ekki í næsta þætti, þannig við tökum þá bara bókahornið í fjarþætti sem við erum nú konum með góða reynslu af. Sko, ég er í sjálfu sér ekki með mikið meira að segja. Ég er með alveg eitt sem ég getum bara til gamansfarið sem er ekki frétt, bara skemmtileg svona smá pæling sem ég tók saman. Ef þú hefur áhugað, það er kannski ekkit langur tími. Ég fór, hefur að taka það? Já, endilega, ég meina við erum með, þetta er óinni stuttu þáttur, það er bara stundum að ég fór að pæla aðeins í svona hvað margir eru. Þetta er svona einhver svona rómantík innan, sko, Bitcoin samfélagsins að verða hólkonir. Já. Og hvað margir væru mögulega hólkonir og hvað margir gætu orðið það. Þú veist, og svona staðreyndir. Hólkonir að eiga eitt heilt Bitcoin. Já. Það er margir sem setja sig það sem markmið, sko. Það eru þetta 56 miljón Bitcoin adressa núti. En eðlilega þá er það ekki allar með eitt Bitcoin og kannski svona teóríst þá getum við sagt að það getur orðið 21 miljón
mann sem geta átt þarna 1 bitcoin, ef það er það ekki hægt heldur, sko. Af þessum 21 milljónum hvað ég að segja, 4 milljónir hornar með Satoshi sem er 1 milljón, MicroStrategy á bráðum 900.000, samtals eiga rauninni fyrirtæki þarna úti 1,3 held ég ef mann rétt. Kaupallarsjóðir sem eru auðvitað ekki einn eigandi en það gerir allt þetta svolítið flókið er 1,5 milljónum bitcoina. Í dag eru svona staðrindir, veistu hvað eru margar adressur af þessu 56 milljónum sem að eiga 1 bitcoin, eru með 1 bitcoin? Ef ég ætti að giska, sko ég hef ekki hugmynd um það, en ég ætla að koma með educated guess. Þetta lítur að vera á bilinu 10 til 50.000. Þetta er tölvert meira, þetta er 975.000 adressur. What? Sem er með 1 bitcoin? Já. Það er rosa, ég kom mér óvart, sko. Ég skil að þú hefur sagt miklu læri tölu. What? Hvernig má það vera? Því ég haldi að þú ert með einhverja adressu sem eru með, þú veist. En ok, einskýringin er væntanlega svo að margir af þeim sem eiga mjög mikið bitcoin eru að dreifa því á margar adressur. Já, og rauninni held ég að þetta geti verið í báðar átti. Ég held að það sé meira það, að það sé það sem þú ert að segja, að mikið af þessum adressum er kannski eigu þeirra sömu, að því það eru margir sem eiga sérstaklega mjög mikið þeirra öryggisjónamöðum dreifa því á nokkrar adressur. Það eru þetta einhverjir sem mögulega eiga 1 bitcoin en eiga þá mismöndi adressum. Ég held að það sé miklu minnum það, sko. Þannig að, en þú veist, við gætum kannski, og svo á kaupallarsjóðum, svo við bara svona, í kaupöllum eru eitthvað cirka 2,7 til 3,2 miljón bitcoina. Og það eru þetta ekki allt einn kaupallana, sko, þetta er líka lang minnst að því. Já, og þarna getum við ekki séð hlutfalli hver á hvað, sko. Ríkis eignir á bitcoin er 500.000 bitcoin, held ég að sé. Það er svo mikið og þá er það að telja með þetta Bandaríkin. Já, sem áraðurinn er ekki, sko. En þú veist, þannig að við getum sagt, sko, ég veit ekki hvað, svona, ef við erum að vera mjög íhaldsamir hvernig þetta mun þróast, þá er kannski svona 1 til 2,5 miljón manns getur átt bitcoin. Kannski 3 til 7 eru mjög svona bjartsýnir, sko. Og svo er líka að setja þetta í eitthvað svona samingi með, ég var búin að taka það. En maður myndir að vilja bæði bara upp á eitthvað bara marga hluti, en líka bara svolítið upp á framvindu bitcoin og myndir maður vilja að svo tala íræðilega sem lægst, sem ætti heilt bitcoin. Já. Þú veist, það er bara eðlilegri þróun, sko. Já, er þessi lægst en ekki þannig, þá ertu vantilega ekki að meina það þannig að einhver eins og Michael Saylor eigi þá svo mikið. Nei, já, ég er ekki að meina það er eftir. Ég er að meina að maður myndi vilja sem flestir ættu bitcoin og sem fæstir ættu heilt. Já, og þú veist, Michael Saylor... Og það væri eiginlega engin sem ætti eitthvað, þú veist, skilur, en það heiminum mun alltaf vera þannig að það er einhverjir sem eiga meira og svo framvegis en svona, en já. En Michael Saylor er þetta búin að koma í veg fyrir 860.000 manns geta átt 1 bitcoin. Já, nema hvað? Sjáðu til það mitt, þetta er það sem ég segja, það er svona, er ekkert alls slæmt þegar einhver sem er ógráður og flýgur og nálægt sólinni springur. Segjum að þessi springi. Segjum að myndi springa með 800.000 bitcoin. Ég er ekki að, þú veist, má vel vera bara sé engin séns á að gerist. Ég er bara viðkynning, mér finnst að vera ég upplifa þannig að ég hafi séð ótrúlega hluti gerast til það. Og hvað gerist? Þau veit alltaf býður til svo sko djúpa og mikla svakalega hræðslu að kannski fæstir vilja stökkva á það, en mjög margir myndu stökkva á það. Já. Og þá skóplar upp skiluru bitcoin á verði sem þú kannski helst þú getur aldrei fengið aftur, sko. Þannig að þú veist, það er alveg líka, þú veist, og ég trúi bara, þú veist, ef maður svona setur smá svona cult religious vibe á þetta, sem er einu í lengstu lög að forðast, enda eru bitcoin ekki trúarbröð hjá mér, að þá vill maður samt bara trúa því að
Bitcoin refsi þeim gráðu. Já. Þeim gráðu og óábyrgu. Maður vill bara trúa því að Bitcoin refsi þeim gráðu og óábyrgu. Já. Þarna, mér langar að segja eitt í viðbóti sambandið, bara til að setja þetta í samhengi hvað lítið til af Bitcoinum. Þú veist, það 21 milljón Bitcoin. Og við pælum hvað margir getur átt í eitt Bitcoin. Það eru 3400 miljardamæringar í heiminum. Þeir geta nú allir átt eitt Bitcoin. En það er 60 milljón í dollaratalið. Það eru 60 milljónamæringar í heiminum. Og þá aðeins lítið hlut að þeim getur eignast eitt Bitcoin. Þetta er náttúrulega tölfræði sem þetta er ekki mjög vel. Það er bara svona þetta er alveg skemmtileg tölfræði. Það er bear market og lítið að tala um. Þetta er ótrúlega skemmtileg tölfræði. Ég veit að þetta er með þessa tölfræði sem er, þetta er ekki bara eitthvað svona gimmick, sko. Það er verið að segja þetta alveg á high level fundum, hefur maður heyrt, sko, BlackRock og eitthvað svona, skilur þeir að vera að pitcha þetta, að þá er oft margir einmitt milljónir sem bara svona ég kaupi eitt bara just in case þá er alltaf að tryggja í sig í þessum hópi. Við getum það ekki allir, þá ætla ég að einmitt ég vil ekki alltaf hafa hátt um það ef þetta skildi svo bara fara í 0 og vera eitthvað drast, sko, en ég ætla alltaf ef þetta verður eitthvað stórt, þá er ég alltaf ok, ég keypti eitt. Já maður, ætlar að horfa eitthvað á helgina? Sko ég er þetta bara fljúga okkur furðulegum tíma, ég er að fljúga kl. 6 í fyrramálið. Já. Þannig að ég var nú búin að kíkja okkur, það er einhver, mér langaði að sjá einhvern leik helgina, ekki Svíþjóð og Holland. Getur það ekki? Jú. Ingu, er það ekki Svíþjóð og Holland helgina? Okkur horfa á hann, þú veist að ég veit alltaf þetta. Ég er hort á þig, þetta væri körfubolti. Ég er búin að horfa á fleiri HM-leik en þú. Já, ég er rétt, fyrirgeðu. Hverjir vinna HM? Hverjir vinna HM, já. Sko, tölfræðin segir, held ég, að það sé meiri líkur að sé ykkur úr heimsálfinu sem að vinnur. Ég veit bara ekki hvernig Brasilía til dæmis er að spila. Argentína, geta það verið, það myndi, að því þú veist, mér langar að segja Spánn eða eitthvað svoleiðis, sko, en ég bara tölfræðin held ég að sé svo svakalega að hliðhóll heimsálfunni, sko. En þú hefur nú heyrt lagið 3 Lions on a Shirt. Þú hlýtur að þekka þetta lag. Nei. Það þekka allir þetta lag. Það er til að syngja það fyrir mig, Coming Home, maður. Já, veistu það, ég ætla að segja við þig, sko, að þarna mér langar auðvitað England vinni, ég bara hef einhvern veginn svona að því finn til með því held ég alltaf svolítið með Englandi, mér fannst frábært að sjá það að spila, ég hugsaði hvað geta þér unni? Já, það er alltaf gert grína, sko, í laginu, sko, 30 years of wait, svo alltaf uppfærað, sko, nú er það að fara náttúrulega 60 years of wait. Þetta er svo skelfileg saga, sko, en bara, þú veist, ég trúi í alvörunni, ég trúi á England, ég held að it's coming home. Ángríns, it's coming home. Ég heyrði einhvern segja, sko, til að vinna þá þarftu að standast pressu frá umhverfinu, það er engin með eins mikla pressu á sér eins og englendingar sem er auðvitað það sem hefur svolítið verið það sem er ekki að hjálpa þeim. Nei. En ég er alveg... Þjóðin hefur alltaf, enska þjóðin hefur alltaf getið á lifandi. Já. Einasta stund. Þú ert bara hrættur þú ert inn á vellinum, sko. Þeir eru bara skítrættir. Þetta eru frakkar að fara að vinna þetta. Já, við heyrðum það hér. England. En já, Björn Harðarsson, ég óskaði bara góðra ferðar. Takk fyrir. Og þakka kærlega fyrir spjallið. Sömuleiðis. Og ég þakka ykkur, kæru hlustundur, fyrir hlustununa og fyrir áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni og þá verður gestur í fyrsta skipti langa tíma, þannig að endilega stillið inn á það. Takk fyrir.